Góðan dag, kæru vinir, og verið hjartanlega velkomin í kirkjun okkar í dag. Yndislegt að sjá okkur öll hér og ég ætla að bjóða ykkur gleðilegt ár, ef ég hef ekki nefnt það við ykkur nú þegar. Það yndislegt að hefja nýtt ár á fallegum degi, eða við erum svona snemma í árinu, það þetta orðnir nokkri dagar. Hvað hefur þetta ár að bjóða okkur? Það óskrifað blað, eins og en það yndislegt að vita við getum treyst því að Drottinn gengur með og leiðir okkur götuna fram eftir. Svo hjartanlega velkomin, gott að sjá ykkur. Ég ætla að bjóða Einari að koma og hafa upphafsbæn fyrir okkur. Ástríki Faðir, við komum saman hér og biðjum þig að koma til okkar og tala til okkar. Snert okkur, Guð minn, í upphafi nýs árs til þess að ganga með þér allt árið og til þess að láta gott af okkur leiða. Í Jesú nafni. Amen. Of course, I would want to welcome also in English those that are English speakers. Good to see you here today. Thank you, Einar. Við höfum tilkynningar eins og venjulega. Að koma á bíla hérna á skjáinn. Og ég held að við höfum nú tilkynnt þessa hluti nokkuð oft, þar sem við erum að tala búðin okkar og bænastundir á súpustofu. Mikið af þessu fer fram á þriðjudögum og svo líka á fimmtudögum búðin okkar. En það hefur verið jólafrí núna undangengna daga, en hefst núna aftur 12. janúar. Þá ætlum við að byrja með bænastundin okkar og súpustofan líka 12. janúar sama með búðina. They say we are announcing these things here that are happening during the week, and you see what is mentioned here, and we are opening up the prayer meeting and the thrift store, and also the soup kitchen on the 12th of January. Og svo annað sem langar til þess að nefna, eins og kemur fram þarna alveg neðst, að það eitthvað sem heitir alþjóðleg bænavika fyrir einingu kristninnar. Þar sem kristnir einstaklingar koma saman í bænastund og í hinum ýmsu kirkjum, ýmsu kristnu kirkjum. Og þetta vika sem byrjar þann 18. janúar til og með 27. janúar. Og við erum að koma saman hér í kirkjunni hjá okkur á miðvikudeginum þann 21. janúar klukkan 8. Það alltaf yndislega góðar stundir eiga saman með ýmsum öðrum kristnum einstaklingum. Svo að ég að bjóða ykkur að koma einmitt og vera hérna. Þetta svolítið snemma, það ekki fyrir inn í næstu viku. Eða þann næstu viku. I'm saying we are inviting people to come here on a Wednesday evening. Virkar ekki. Þú búin að þýða þetta? Svo ég þarf ekki vera gott mál. It's already been said in English, so thank you. Þá ætlum við að hefja stundina með því að syngja sálm, og það sálmur númer 446, hvað boðar nýjárs blessuð sól.
I'm sorry we cannot show this text for the next hymn in English because it is just an Icelandic hymn. One of our big hymn writers, Mattias Jochumsson, that has written this hymn, number 446, but most of you probably can sing in an Icelandic. 446. Takk fyrir við tökum upp gjafir eins og venjulega sem í dag renna til safnaðarsjóðs til að byggja upp og halda áfram starfi kirkjunnar. Og við tökum við gjöfum hér í andirinu eins og venjulega og líka í posa. They say we receive our church offering and tithes as usual, and we do that at the entrance. And we will pray. Við viljum þakka Drottni fyrir alla hans gjafir. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir það að við fáum að ganga fram og þjóna þér líka í gjöfum og blessa þú þær gjafir sem lagðar eru hér í sjóð kirkjunnar, Drottin. Blessa þú og vilt þú margfalda. Við þakkum þér og lofum þig fyrir alla þína góðu gjafir og við biðjum í Jesú nafni. Amen.
Og þá munum við lesa ritningalesturinn sem að þessu sinni tekin úr öðru Pétursbréfi 3. kafla, vers 14 og 17 til 18. We have the scripture reading. Please rise. Við skulum standa á fætur að við lesum ritningaversi. And you see it in English on the screen. Hljóma þannig: Með því að þið elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum flekklaus og vammlaus. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þá þið elskuðuð, þá hafið gát á ykkur að þið látið ekki dragast með af villu þverbrotinna manna og falli frá staðfestu ykkar, vaxið í náð og þekkingu Drottins voss og frelsara Jesú Krists, honum sé dýrðin nú og til eilífðardags. Amen. Biðjum saman. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig til þess að leggja alla hluti í þína hönd. Hvað svo sem bjátar á og kemur að í okkar lífi eða þær blessanir sem við njótum frá þinni hendi, þá lofum við þig og þökkum þér, Drottinn. Við biðjum þig að leiða kirkjuna hér, safnaða starfið, hvern og einn einstakling, Drottinn, í göngunum með þér. Vilt þú blessa stundina hér hjá okkur, að þú sért hér hjá okkur og úthellir þínum heilaga anda yfir okkur hér og safnaða starfið. Og við biðjum bara fyrir samfélaginu, við biðjum fyrir þjóðinni allri. Drottinn, við leggjum allt í þína hönd. Kannski eru kvíðafullir tímar eins og Við sjáum ýmislegt gerast í heiminum sem við höfum aldrei upplifað áður. Okkur finnst margt vera á hverfandi hveli og vera óöruggt og ótryggt, en við getum lagt allt í þína hönd og þurfum einskis að kvíða, einskis að óttast ef við felum okkur í þína hönd. Við biðjum fyrir þeim sem eru sjúkir, Drottinn, þeim sem eru sorgmæddir, þeim sem eiga sárt að binda, sem hafa mist. Drottinn, vilt þú vera hjá þeim sem umfram allt þurfa á þér að halda sérstaklega. Drottinn, við lofum þig og þökkum þér fyrir vonina sem við eigum í þér og vonina að þú komi brátt aftur í skýjum heimins sem binda endi á syndasögu þessa heims og gefur okkur þitt ríki þar sem réttlæti býr. Drottinn, við lofum þig og þökkum og biðjum í Jesú nafni. Amen. Þá syngjum við annan sálm og það sálmurinn Drottinn minn númer 302, I'm pressing on the upward way. New eyes I'm giving.
við fá einsöng. Are you going to sing for us? Það syngja bæði. I'll just introduce what the song she will sing. The song is called Thank God. It's in some Ukrainian language. Kynna fyrir okkur sálminn sem þakka þér Guð og það verður á úkraínsku. Thank you. За все тобі я дякую, Ісусе, спасе мій, за кров святу пролитую, за дар любові твій. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, що ти у світ прийшов, і душу змучену мою для вічності знайшов. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, живи в душі моїй, за все тобі я дякую, Господи, спасе мій. За все тобі я дякую, за мир і Дух святий, що ти у пору всякою живеш душі моїй. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. За все тобі я дякую, ти небо дав мені. Я з вічною подякою служитиму тобі. Я дякую за все, за те, що спас мене, за те, що небо дав, мене своїм назвав. О, Господи святий, живи в душі моїй, завжди мене навчай, веди в небесний край. Амінь. Þá mun Einar taka til máls. Gjörðu svo vel, Einar. Komið öll sæl, gott fólk, þið sem eruð hér og þið sem eruð að horfa á, og gleðilegt ár. Þetta algeng kveðja hjá okkur, gleðilegt ár. Það að segja megi árið vera gleðilegt. Og við meinum auðvitað svo margt með því líka, blessunaríkt, blessunaríkt. Og það vill nú svo til að það svo margt í gangi þessa dagana sem kannski fær okkur til þess að halda að árið verði ekki svo
gleðiríkt. Það er allavega margar forsendur sem eru til staðar til þess að svo verði ekki. En gleðilegt ár, þið öll. Já. Takk fyrir. Og við spyrjum okkur oft hvað okkur sé efst í huga við áramót. Breytingar sem að eru eða hafa orðið, breytingar sem að verða. Sum okkar höldum jól og áramót hafandi mist kannski einhvern sem að okkur þótti vænt um. Og við spyrjum hvað framtíðin feli í sér. Það er ekkert vafamál að það eru blikur á lofti, eins og við segjum á íslensku. Það hafa orðið dálítið sterkar og mikla breytingar hjá mér. Það náttúrulega er hjá okkur öllum sem eru eldri að við erum að horfa á breytingarnar hjá fólkinu okkar sem að kannski er að flytja eða fara eitthvað annað eða barnabörnin. Hafið þið tekið eftir því að barnabörnin að þau eldast 3 sinnum hraðar en við gerðum. Alveg ótrúlegt hvað þau verða fljótt bara táningar og meira. Svo það eru hraðar breytingar í persónulegu lífi okkar líka. En hvað er það? Ég er núna á mínum mestu krossgötum í marga áratugi vegna þess að maður er fluttur af ættaróðalinu, dóttirinn búin að kaupa það og ég fluttur inn í íbúð fyrir eldri íbúa inni í Sandgerði og það er heilmikil breyting. Þarna hef ég búið í Klöppinni í 32 ár, fyrir utan 20 árin sem ég var þar hjá afa og ömmu þegar ég var yngri. 52 ár í þessu húsi með þetta fallega útsýni, Snæfellsjökulinn og allt saman. Og nú er ég í íbúð þar sem ég sé bara þvert yfir Suðurgötuna í húsið sem að manni reisti 1950 og eitthvað. Þannig það eru breytingar og mikla breytingar hjá mér þannig. Við höfum sum okkar þurft að glíma við einhver veikindi. Hve margir hafa fengið flensuna? Ekki platast, réttið upp hönd, það eru svona fáir. Ég er ekki eins búin að jafna mig. Fékk hana fyrir meiri mánuði síðan. Röddin ekki komin í lag. En hún hefur farið illa með mjög marga. Það er bara dásamlegt að sjá hve mörg ykkar sluppuð. Og ég vona þið sleppið áfram. En hún hefur sett strik í reikningin. Maður var að flytja, maður var undirbúa jólin, maður var að flensa sig. Þetta var ekki auðveldur í janúar. En það eru meiri hremmingar í heiminum heldur en smá flensa. Og það eru bara margir sem að fylgjast með fréttum sem að hafa bara miklar áhyggjur í dag, er það ekki, í upphafi nýs árs. Víðsvegar heiminn, bara fréttirnar fullar af alls konar uppákomum látum. Grænland er núna inn í myndinni í öllum fréttatímum. Á Íslandi hefur ýmislegt gengið á og á Facebook og ég ætla ekki að segja það en í kirkjunni líka gengur ýmislegt á. Það er svo mikið í gangi. Það er einhver óreiða sem að er í stóru og smáu sem að manni finnst vera meira nú heldur en oft áður. Og fá ár hafa hafist með slíkum blikum á lofti í heiminum og jafnvel í kirkjunni. Nú er eitt sem að er mikið í fréttum og það er þessa gervigreind svokallaða og hefur verið núna síðustu daga verið að fjalla það hvernig sumir glæpamenn, náttúrulega, að þeir eru núna og það er núna fullt af
glæpamönnum út í heimi núna að vinsa að sér myndir, safna myndum, aðalega af konum og börnum og svo með gervigreindinni geta þær klætt börnin og konurnar úr og búið til nakin líkama og selt svo myndirnar. Hvar er sumt fólk statt í huga sér og hjarta? Og þetta er raunveruleiki sem að við lifum við í dag og við sem höfum sett myndir af barnabörnum á netið, við erum að miklu leyti óvarin. Við veitum ekki hvað verður gert við þetta. Þetta er svolítið óhugulegt. Á nokkrum árum hefur svo margt trosnað í raun og veru í okkar heimi og við spyrjum hvert stefni. Og sagan hefur jú alltaf verið í bylgjum, bæði saga heimsins, saga landa og saga okkar sem einstaklinga, er það ekki? Það hafa verið svona bylgjukendar hreyfingar á lífi okkar. Það er ekki hægt annað. En nú eru bara mikla blikur á lofti og ógnir og okkur líst mörgum ekkert á og það er bara ótti við að stríð geti brotist út og það er ekki langt í það. Og svo hryðjuverkin, menn hafa komist upp með það núna að ala sig og aðra upp í því að ef ég get drepið nógu marga af þessum ákveðna hópi, þá er ég að gera eitthvað gott, jafnvel mínum guði. Hugsið ykkur hvers konar brenglun er í kollinum á sumu fólki. Þeim fer fjölgandi, þessum hryðjuverkum. Og þau eru mörgum fleiri hryðjuverkin sem átti að fremja en hefur tekist að stoppa með leyniþjónustum og það er ekki í fréttunum alltaf. Það er einstaka sinnum sem það kemur upp en flest af því heyrum við ekki af. Og við höfum nýlega upplifað bara í Manchester þegar gyðingar voru að halda upp á Jom Kippur, friðþægingardaginn sinn, einn helgasta dag ársins, þar sem ráðist var að samkunduhúsið eða á Bondströndinni í Sydney í Ástralíu, þar sem að gyðingar héldu upp á Hanúka, ljósahátíðina, þar sem 15 voru drepin og þið sáum þetta í fréttunum hvað þetta er óhugulegt. Feðgar sem ákveða að verja deginum í það að fara og drepa saklaust fólk sem er að njóta lífs, njóta trúar og njóta samveru. Nei, þá skulu þau vera drepin. Þetta er óhugulegt og ekki uppörvandi að vera að tala mikið um þetta, en svona er heimurinn sem að við búum í. En svo eru hinar hliðarnar líka, ég fer svona aðeins fram og tilbaka, svo eru hinar hliðarnar líka. Nýlega hef ég hitt 5-6 fyrrverandi hlíðdælinga og það hefur gert mér gott vegna þess að þessir einstaklingar, þeir eiga svo margar góðar minningar af Hlíðarskóla, þó að Hlíðarskóla hafi ekki verið fullkominn, langt í frá. En þeir eiga svo skemmtilega minningar. Ég var bara daginn að borða í mötuneytinu þar sem ég bý í íbúðum aldraðra og þar var sá sem var að sjá matinn og ég heilsaði honum og spurði hvað hann héti og svona sko og hann sagði þekkja mig og ég þekkti hann ekki neitt. Jú, hann hefði verið nemandi á Hlíðarskóla, 13 ára gamall þegar ég var að vinna þar og Árni Hólm var skólastjóri og við fórum að spjalla og hvað þetta gerir manni gott í öllu þessu neikvæða sem er í gangi að fá svona umræður og upprifjanir og nú er ég að fara á
útför núna í vikunni þar sem að fyrrverandi Hlíðdælingur verður jarðaður og ég nefndi nú einhvern tímann við einhver ykkar að ég frétti af honum fyrir svona 2 árum og hann væri á spítala. Bróðir hans, öll systkinin, flest systkinin voru á Hlíðarskóla því að foreldrarnir unnu erlendis og flest systkinin voru á Hlíðarskóla. Og þessi maður sem á að fara að jarða núna, hann held ég hafi aldrei sótt kirkju hjá okkur, en hann var á Hlíðarskóla, svona á fyrstu árunum þarna. Og kynntist þar því sem að þar var í gangi, en sótti svo aldrei kirkju, neitt hjá okkur. En þegar ég kem til hans í fyrra, á náttborðinu bókin Daglegt líf. Ég var svo yfir mig hissa. Bók eftir Ellen White, komin á náttborðið hjá honum. En það að hafa hitt þessa Hlíðdælinga, fyrrverandi, var svo mikil uppörvun fyrir mig vegna þess að þeir áttu frá svo mörgu góðu að segja og þeirra kynni af kirkjunni okkar voru svo jákvæð. Alveg dásamlegt. Það situr svo margt gott eftir hjá þessum nemendum allavega. Svo kirkjan hefur gert margt gott. Og það eru margir þarna úti sem eru þakklátir fyrir það sem að kirkjan okkar hefur gert. Þó hún sé lítil. En oft í gegnum sem sagt Hlíðarskólans. Og það svo gott fólk svo víða, það ekki? Erum við ekki alltaf að reka okkur á það? Það svo margt fólk sem að bara einlaglega gott fólk og gott að kynnast því. Og þá það jafnmikið áfall þegar fólk bregst, eins og við upplifum öll einhver tímann. Og allir líða á einhvern hátt fyrir það að fólk, jafnvel gott fólk, það getur brugðist líka. Boðskapur jólanna og nýjársins snýst það að lífið hafi möguleika á fegurð. Að lífið hafi möguleika á að bjóða okkur upp á samskipti sem eru uppbyggileg, sem gera okkur og öðrum gott. Boðskapur jóla snýst Guð með oss. Má ég bæta við, Guð með oss og við með hvert öðru. Því að samskipti kannski eitt það almikilvægasta í velferð okkar. Hvað ætlum við að gera svona í byrjun nýs árs? Einhverjir sem hafa ákveðið að breyta einhverju smávegis, taka ykkur ávarðandi eitthvað? Ég ætla ekkert að biðja ykkur að standa upp og koma og segja frá því, en ég bara að biðja ykkur að hugsa það. Flestir eða mjög margir gera það ekki. Og það eitthvað við áramót sem segir, nú gott að byrja á einhverju ákveðnu. Og ég hef hugsað með mér að ég kannski ætti að skerpa á, og ég að hvetja ykkur hinn kannski til þess að hugsa svipað ef þið hafið ekki gert það þá þegar, að skerpa á vissum hlutum sem eru kannski að einhverju leyti í lagi. Bara líkamleg hreyfing. Kannski þarf maður að gera aðeins meira. Aðeins fjölbreyttari. Maður nú í
hópi eldri borgara þarna suður í Sandgerði sem að hittust tvisvar í viku og undir stjórn þjálfara sem að lætur okkur gera alls konar æfingar. Þetta að gera manni svo gott, en maður kannski þarf að gera aðeins meira heima, öðruvísi æfingar. Kannski þarf maður að ganga meira. Ekki dásamlegt að geta fengið svona hvatningu við áramót til þess að fara að taka sig á varðandi bara slíkt, eða það að lesa kannski aðeins meiri í Biblíunni, vera aðeins samviskusamari með leksíuna eða verja meiri tíma í hana, taka sig á bæði varðandi þetta líkamlega og varðandi þetta andlega og líka varðandi það hvernig við komum fram við annað fólk. Hugsaðu, við komum í kirkju, við förum á alls konar samkundur annar staðar á öðrum vettvangi og hvar sem við komum, þá fólk sem við sjáum og hittum, brosum við og heilsum, sem að glíma við mjög mikla erfiðleika. Líður illa inn í sér. Oft það að hressasta fólkið, stundum það að hressasta fólkið, það það sem á hvað báast. Gleymum ekki að gefa okkur að hvert öðru. Gefa okkur að hvert öðru. Og það svo margt fólk sem að svo gott fólk, en það svo margt fólk líka sem að þarf á stuðningi að halda, þrátt fyrir að vera alveg geysilega hresst. Nýársávarp Karls III konungs Bretlands. Þessi klári maður, hann hugsar vel það sem hann segir yfirleitt. En jólaboðskapur hans myndi fólk á að sýna manngæsku, umhyggju, efla vonina, eininguna og ígrundun. Fyrir því sem að þýða þá var þetta kindness, compassion, hope, unity and reflection. Og hann segir þetta í samhengi við hryðjuverkin sem að hafa verið svo ofarlega á baugi. Að við eflum manngæsku okkar og umhyggju, stoppum, hugsum, lítum framan í fólk. Hvað get ég gefið þessari mannesku? Kannski aðeins hlýrra handtak, kannski faðmlag. Við þurfum öll á því að halda, en sumir þurfa mikið á því að halda, en við sjáum það ekki. Við erum ófeimin við að gefa meira af okkur. Þetta eitt af því sem að ég hef verið minntur á síðustu vikurnar, að maður þurfi kannski að gefa meira af sér. Nú þessi íhugun mín eða íhuganir varðandi lok árs og byrjun nýs árs, að þær tengjast því sem var lesið auðvitað hér áðan í öðru Pétursbréfi, 3. kafla. Með því að þið nú, þið elskuðu, væntið slíkra hluta. Hvaða slíkra hluta? Hvað stendur fyrir ofan? Ef út með þannig Biblíu eða á hinni blaðsíðunni. Hvað hann búinn að vera að tala þegar hann segir
með því að þið elskuðu væntið slíkra hluta. Hann búinn að vera að fjalla spottara, þá sem gera grína trúnni, manntrúarfólk. Hann búinn að vera að tala heimsendi, hann búinn að vera að tala kjarnorkusprengingu, sem að mönnum finnst alveg magnað að Pétur postuli skuli hafa lýst þarna í raun og veru kjarnorkusprengingu. Hann búinn að vera að fjalla nýjan himinn og nýja jörð. Svo spottarar, heimsendir, kjarnorka, þetta neikvæða, en svo nýr himinn og ný jörð, að það í sambandi við þetta sem að hann segir að þið væntið slíkra hluta, þið viti hvað að fara að gerast. Þá kappkostið, þetta flott orð á íslensku, að kappkosta, að lifa í friði. Já, hann búinn að tala orð þarna sem að eru ekki friður. Stríð, ógn, en kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vammlaus. Svo 17. versið, hann hnykkir aftur á þessu, fyrst þið vitið þetta fyrirfram, hann segir aftur það sem ég var að tala þið elskuðu, þá hafið gát á ykkur að þið látið ekki dragast með af villu þverbrotinna manna. Og þetta svo einfalt, þetta svo augljóst, en við þurfum kannski samt að hnykkja á þessu. Við þurfum að hafa gát. Við þurfum að hafa gát, miðað við allt sem að í gangi og miðað við það sem að að fara að gerast. Þá þurfum við að hafa gát. Að dragast ekki með að villu þverbrotinna manna og falla frá eigin staðfestu. Það að segja að gefast upp, hætta. Og næstu orðin, vaxið. Hvernig þessi biblíuhöfundar stundum byggja upp mál sitt alveg stórkostlegt. Og þetta verður svo skemmtileg mynd og góð og sterk sem kemur upp. Vaxið í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesú Krist. Vaxið í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesú Krist. Honum sé dýrðin nú og til eilíðar dags. Amen, segir hann. Og þessi vers fyrir mér, þau benda á einhvers konar upphaf, að taka sig á og taka þessi orð og ákveða að láta þetta ár vera aðeins betra en síðasta ár. Að taka einhverjum framförum í því sem ég þarf að taka framförum í, hvort sem að það líkamsrækt eða biblíulestur, bæn, eða bara hvernig ég kem fram við annað fólk. Vaxið, gott fólk. Ég vona að við eigum öll eftir að vaxa í því sem gott þetta ár, og þess vegna segi ég aftur núna í lokin, gleðilegt og blessunarríkt ár. Hjartans þakkir Einar fyrir góðan boðskap, uppörfunar boðskap, sem við svo sannlega þurfum á að halda. Við syngjum sem andsvar Sálmunu 33, ég leita þín í ljóssins veldi. Undursamlega fallegu sálmur, hann því miður ekki til í enskri þýðingu sem ég hef fundið, svo þess vegna mikið með hann hér, en við syngjum hann bara vel á íslensku. Númer 33.
Þá vil ég að lokum þakka ykkur fyrir komuna, þakka ykkur fyrir að vera hér hjá okkur. Það er undursamlegt að þakka þeim sem hafa tekið þátt í athöfninni, í undirleik og í einsöng og útsendingu og að standa við dyrnar að taka á móti. Lexíu yfirferð, hjartans þakkir fyrir þáttöku ykkar allra. Með Guð blessa ykkur. Og ég bið Einar að koma og hafa blessunarorð með okkur. Friður Guðs sem æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu og hugsanir yðar í Kristi Jesú, drottni vorum. Amen. Gjörðu svo vel að fá okkur sæti. Allir eru hjartanlega velkomnir að koma hér inn í safnaðarheimilið eftir og þar sem við munum njóta samveru og borða saman. Gjörðu svo vel.